Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Þeir eru komnir til mín úr leikflokknum í Húnaþingi vestra. Þeir Sigurður og Valdimar, velkomnir. Takk. Þú ert að leikstýra hárinu og þú ert að leika aðhlutverkið. Og ekki nóg með það, heldur eru það að fara í Þjóðleikhúsið sem áhugaverðasta sýning ársins til hamingju. Takk fyrir það. Hvenær gerist þetta og hvernig er stemmingin? Þetta gerist bara rétt upp úr páskum. Við vorum að sýna heima í félagsheimilinu Hvammstanga páskana. Og svo var þetta nú bara viku eða 10 dögum seinna sem að það haldið þing hérna áhuga leikfélaganna. Bandalagsþingi á Húsavík. Og við höfum verið svo upptekin að setja þetta upp og svona, við endum á því að það var engin sendur á þingið sko. Þannig að þegar fastur í sýningu. Já, þannig að þegar við fengum þessa frábæru viðkynningu það var nú lengi til að taka við þessu. Það var svona að bjarga því, en þetta er rosalega skemmtilegt og mjög gaman að hafa verið valin. Já, því á hverju ári er valin áhugaverðasta áhugasýningin og sem fær þá að sýna 1-2 sýningar í Þjóðleikhúsinu. Akkurat. Og er þetta í fyrsta sinn sem að leikflokkurinn ykkar fer? Já. Og sko raunverulega fyrsta sinn sem að bara af dálítið sko úr Húnavatnssýslum eftir því sem ég best veit sko. Ekki spenntir? Verður þetta ekki gaman? Þetta verður gaman, jú. Það er alveg pottet sko. Við þurfum aðeins að minna fólk á kannski hvaða daga þetta er og hvernig það nálgast miða því að þið ætlaði að fylla húsið tvisvar. Það er nú einsýningin er nú eiginlega orðin full. Ok, frábært. Þannig að þeim sem langar að fara á föstudaginn sem er þá 14. júní, er ekki að fara rétt með þetta, þeir verða að drífa sig og það er bara nokkuð sæti laust þar. Og svo er svolítið meira eftir á laugardaginn sem 15. júní. Þú getur farið bara inn á vefsíðu Þjóðleikhússins eða inn á Tix og keypt með þar. Og hárið, er þetta ekki einmitt söngleikur sem maður á að sjá svona á sumrin? Bara alltaf, hvenær sem er, já. Bara alltaf. Ég tengið alltaf við sumar, af hverju er það? Þetta er náttúrulega gerist á sumri ástarinnar. Já, það er rétt. Á sínum tíma. Þannig að það er nú svona, jú, það er alveg sumarstemming yfir þessu. Og hvernig gekk að setja saman leikhóp í þetta þetta er svolítið stóru söngleikur á Hvammstanga, eða þarna í Húnaþingi? Var það ekkert mál? Nei, það er sko, það bæði er til fólk sem hefur getu til þess að syngja og leika og líka er nú bara svona almennt stemmingin að fólk hefur gaman af því að gera þetta og gefur sig í það. Og svo lendum við svona smá krísu á tímabili af því að sko það var svo mikið af fólkinu sem er í söngleiknum sem á lítil börn og oft sko báðir foreldrarnir í. Þannig að það voru allir búnir með pössun svona í janúar. Skammturinn, fótinn var bara búinn. Fótinn var búinn. Allir afar og ömmur og allir bara búin Komið þá ekki bara með börnin á æfingar? Jú, það var bara nákvæmlega sem Settu upp vöggustúfu? Já, fengum ungar stúlkur á svæðinu til þess að passa. Þannig að þið leystu þetta þannig? Þau voru jafnvel bara með okkur á sviðinu. Varst þú í þessum sporum með lítil börn? Ég og við höfum 2 strákar þarna. Þeir voru bara oft með á sviðinu og dansa og vappinu og allt í góðu. Hljómar mjög vel. Þetta var svona frjálslegt sko. Þannig séð sko. Og þarna voruð að æfa sem sagt í hvað, janúar, febrúar? Eða hvað? Já. Yfir lengri tíma? Við byrjum í desember og janúar aðeins lítið sko. Bara á lögunum og eitthvað svoleiðis. Svo byrjuðum við svona upp úr miðjum janúar svona að fara að byrja að búa eitthvað til svona, setja eitthvað saman. Og svo kemur svona þungi á þetta eftir miðjan febrúar, þá kemur svolítið þungi. Það fyrir svona skrúið þetta saman og frumsýnduð þetta páskana. Og sýnduð margar sýningar þá? 6. Og uppseldum þær bara allar. Frábært. Hvað erum við að tala um stóran leikflokk? Hvað eru margir á sviðinu? Það eru sko 21 í leikflokknum og 5 í hljómsveitinni. Og þegar þú ert að tala sko líka hljóðmenn og ljós og sminkur og hár og allt þetta, það held ég við sem að fara með 42 fullorðna suður. Og svo eigum við eftir að athuga hvað kemur mikið af börnum. Hvernig gengur með pössunina? Þau fá að koma með. Það verður allavega eitthvað það. Eru þið að halda þessu í þessum tíma, er það ekki? Er þetta ekki svolítið í þessu tímabili? Er það eitthvað nútíma? Nei. Tökum þetta bara eins og kemur af skepninni. Já, það er alveg þannig. Og þú syngur og leikur og hefur verið að syngja mikið gegnum tíðina? Já, ég hef alveg sungið töluvert, sko. Já, ertu í hljómsveit? Já, maður er eiginlega alltaf í hljómsveitum, en það ger aldrei neitt, sko. Nei. Bara í bílskúrnum kannski? Já, við erum svona alltaf í einhverjum bílskúrsböndum, sko. En ég hef alveg sungið töluvert. Sérstaklega bara heima. Ekkert verið að læra söng?
Ég fór einn vetur og var eitthvað að dunda með þetta, en ekkert. Ætlar ekki að leggja þetta fyrir þig? Jú, ég var alveg til í það. Þú varst til í það? Já. Ertu að skoða einhverja leiðir? Þessa bara? Já. Þjóðleikhúsið? Já. Nei, ég er svo sem ekkert á. Þetta er ekkert á leiðin í leiklistarskólanum eitt svoleiðis? Nei. Bara sáttur hana. Þú starfar, hvað segirðu? Ég er framkvæmdastjóri og þjálfari hjá ungmennafélaginu Kormák. Og er í knattspyrnuþjálfun. Já, nóg að gera þar. Það er nóg að gera. Og þú ert á Selasetrinu. Já, ég er dagstælega framkvæmdastjóri Selasetrisins. En gast náður smá tíma leikstýra þarna í vetur? Já, það hendur stundum þegar maður er manns eigin yfirmaður, sko. Já. Og svo fer þetta kannski fram eftir vinnu og helgar svona kvöldin? Já, og auðvitað er það þannig svona grínlaust að maður er að taka tillit til þess að það eru allir í annarri vinnu og fólk eru mjög fjölbreyttum störfum sem að sést þarna á sviðinu. Var ekkert vandamál að láta þetta allt ganga upp hérna í júní í Þjóðleikhúsinu? Fólk ekkert búið að bóka sér svona ferði til Spánar og... Jú. Það stæði þú, kannski? Nei, reyndar ekki. Ég var alveg rólegur, sko. Fólk var búið að kaupa sér hérna miða á Spice Girls tónleika og svona alls konar hérna. Það bara fórna það? Já, það var bara svolítið þessarleis. Því að sko Þjóðleikhúsinu náttúrulega bara ákveður í upphafi leikhússins hvaða dagsetningar þessi sýning fær. Ég er ekkert nikað þó einhver þurfi að fara á Spice Girls. Nei, það breytist ekkert, sko. Tíminn er að hlaupa frá okkur. Við ætlum að enda þáttinn á að sjá brot úr verkinu sem er að fara í Þjóðleikhúsið sem áhugaverðasta sýning áhugaleikfélaganna. Eitthvað að lokum? Bara kaupa miða. Drífa sig í leikhúsið. Sjáu leikflokkinn úr Húnaþingi vestra. Setja upp hárið. Takk fyrir komuna og gangi guð. Takk. Og þannig endum við þennan föstudagsþátt. Við ætlum að sjá brot úr hárinu og bara góða stundir. Sjáumst að viku liðinni. Verið sæl. Vaxið